Þú sérðum sjálfur markmannana hjá HK? Jú, ég geri það. Búinn að gera það núna í þetta er ekki 15 árið mitt. Já. Hvernig standa markmannamálin hjá HK í dag? Þau standa svona bara ágætlega. Ég held við séum nokkuð vel settir þannig lagað. En þetta er svona mjög mikilvægt atriði í handboltanum, það er að vera með góða markmenn og ég er að þjálfa alveg frá 15 flokki og upp úr og það eru markmenn að skilja sér núna upp í öðrum flokk kannski og bráðlega upp í meistaraflokk sem ég byrjaði með fyrir 4-5 árum. Þannig að þetta er svona ákveðið langhlaup sem er í gangi að sinna markmennunum, þannig að þetta skilja sér fyrir rest. Margir eru að tala um það og maður hefur eitt svona kannski að síðustu árin að hvað markmaðurinn er mikilvægur í liðinu. Já, það er gífurlega mikilvægur póstur. Ef þú ert ekki með þokkalega markmann þá ertu í slæmum málum og sumir segja 60% af liðinu það er markmaður. Og sérstaklega í kvennahandbolta ég held að það sé mikilvægur að vera með góða markmann þar heldur nokkuð tíman hjá kvöllunum. Mikil umræða núna eins og með U19 og þú hefur náttúrulega verið að koma að þessari markmannsþjálfun yngri landsliðanna líka. Já, ég hef ásamt fleiri komið að markmannsþjálfun hjá yngri landsliðum og svona almennt. Við hefur verið, ég Gísli Guðmunds og fleiri. Við hefum verið með svona 2 vikna fresti æfingar fyrir efnilega markmenn og opnar æfingar stundum þar sem við erum að koma. Það hefur gengið mjög vel. Við erum búin að vera í einhver 3 ár með það og það er að skila sér líka, alveg niður í yngri flokka. Þú ættir að vita það manna best, er ykkur að fara að henda Aroni og Björka út á rammanum í alhansliðinu? Já, er ykkur á leiðinni við það? Ég vil kannski ekki segja það, en menn náttúrulega er ekki endalaust í þessu og við erum að byggja undir þessu markmenn sem við erum með í unglingalandsliðunum og Grétar stóð sér vel núna síðast í 19 sem gefur góð fyrirheit. Ertu bjartsýnn svona bara á framhaldi með markmenn bara á Íslandi yfir höfuð? Já, ég held að ef við heldum áfram að vinna svona í þessu þá skila það sér og alveg 100%. Það er ekki spurning. Hvað er það góður markmaður að hafa? Hann þarf að hafa kraft og snerpu og einbeitingu til að spila heila leik og ákveðna útsjónarsemi eða klókindi líka, það er mjög mikilvægt. Það geta lesið leikinn. Einhver afrekshópur markmanna, er hann til? Já, það er til afrekshópur sem var keyrður í sumar með svona B-landsliðsmönnum og hluta af þessum strákar sem eru 19 og 20 ára landsliðunum og þar eru markmenn innanborðs sem eru framtíða leikmenn landsliðsins. Við höfum ekkert óttast í þessum efnum? Nei, ég held ekki meðan við vinnum svona í þessu og þá skýrar það sig alveg 100%. Takk fyrir það.